Í dag munum við fara í gegnum 5 auðveld skref hvernig á að gera kollhnís. Áður en við byrjum getur verið sniðugt að fara niður á 4 fætur og teygja aðeins á úlnliðunum. Fyrsta skrefið er góðkisa, reiðkisa. Góðkisa er þegar þú fer niður á 4 fætur, horfir upp til himins og ýtir bakinu niður. Á móti ferðu svo í reiðakísuna. Þá horfirðu niður, lætur hökuna snerta bringuna og kreppir bakið. Næsta skref er snjóboltinn. Þá ferðu niður á bak, grípur sköflunga, hefur bil á milli lappa til að koma í veg fyrir meiðsli og ruggaði fram og tilbaka eins og snjóbolta. Þegar þú hefur náð taki að ruggaði fram og tilbaka, skaltu reyna að ruggaði nógu mikið fram til þess að lenda á fæturnar. Þriðja skrefið er herðastaða. Þú byrjar að fara í snjóbolta, ferð úr því og yfir í herðastöðu. Í herðastöðunni lyftir fótunum upp í loft eins og kertastjaka. Þú ferð svo úr herðastöðunni aftur í snjóboltan og ruggaði nógu mikið fram til þess að standa upp. Það eru til 2 útfærslur fyrir stuðning í herðastöðunni. Ein útfærslan er að halda mjóbakið og önnur útfærslan er að halda gólfið. 4. skrefið er að gera kollhnís á skátínu með aðstoð. Það er mjög mikilvægt fyrir aðstoðmanninn að halda hnakkan á viðkomandi og maga fyrir sem mesta stuðning. Þegar þú hefur náð tökum að gera kollhnís á skátínu, getur þú fært þig niður á gólf og gert sömu útfærslu. Þegar þú hefur náð tökum á þessu 5 skrefum, ættir að lokum að geta gert kollhnís.